Já, takk fyrir og takk fyrir því sem hafi haldið þessi frábæru örerindi hérna í morgun og það var bara svo skemmtilegt að ég held ég hafi hringt í ykkur öll og það var enginn sem, það var ekki hik á nokkru manni. Allir sögðu já og ég vil líka þakka ykkur sem eru hér í salnum fyrir frábærar viðtökur við þessari hugmynd að vera með atvinnufund hér í dag en mætingin framar okkar björtustu vonum, þannig að bara glæsilegt. En á eftir þessu skemmtilega myndbandi frá Ísólfi og sögun hennar Róbertu að þá kem ég með þurrar staðreyndir og þó. Það er svona það fyrsta sem að ég lagði áherslu á eða fór að leita eftir því ég kom hingað sem bæjarstjóri. Það að fá upplýsingar starfsemina í bænum. Mér fannst vanta tölur og svona til þess að bara fyrir mig, því þekki þetta náttúrulega allt sem eru búin að búa hérna lengi, en bæði fyrir mig að svona skynja atvinnulífið í bænum og líka til að koma atvinnulífinu á framfæri. En það eru sem sagt samkvæmt ríkis skattstjóra, þá eru 403 fyrirtæki á Akranesi og það ansi mikið. Nú, síðan eru alls konar hlutir sem að við þurfum að vera duglegri að segja frá og hérna bara brot af þeim, þeim upplýsingu sem ég finnst mikilvægt að koma á framfæri og það hafa bæst svo sannarlega við upplýsingar núna í morgun, þetta með 13 milljón, hvað var það, Rolf, 13 milljón svona á borðum fólks út allan heim, þetta verður næstu auglýsingu frá Akraneskaupstað, það alveg á hreinu. En það voru spilaði 17.500 golfhringir á Garðavelli, Vitinn hefur fengið yfir 7.000 heimsóknir frá því að hann var opnaður hérna í apríl 2012 og það honum Hilmari mikið að þakka, ég veit að hann hérna í salnum. Það svona dæmi einstakling sem fær hugmynd og vinnur hana og fær síðan aðstoð við að útfæra svona það fram í sækir. Nú það komið 3.000 manns á Norðurlandameistaramótið í eldsmíði í sumar. Það annar svona vaxtabroddur. Það komið 7.000 manns, það ekki hérna á Glærunni til dæmis að koma 7.000 manns í tengslu við Norðurlandsmótin okkar og ég veit að þau hafa verið með svona kannanir eftir mótið og það gríðarlega mikil ánægja hjá foreldrum með skipulagningu og annað þannig að þar eru ákveðin tækifæri að tengja eins og Norðurlandsmótið við að hafa búðir opnar og gera meira í kringum það. Nú, og svo fengum við náttúrulega bláfánan í sumar sem fyrsta náttúrulega baðströndin. Nú hlutfall leikskólakennara á Akranesi, að því að fólk hefur talað hér og hefur komið fram að fólk sem sagt, að ég veit að bæjarbúar eru ánægðir með leikskólana, en við erum með 61% af leikskólakennurum starfandi í leikskólanum okkar, við erum næsthæst á landinu. Í Reykjavík eru menn að berjast við að ná þessu hlutfalli upp í 20%. Þannig að þið sjáu það og þetta hluta þeirri þjónustu sem verið að veita. Nú, og við tökum alltaf þátt í sveitafélagakönnunum, það eru 20 stærstu sveitafélögin taka þátt í Capacent-könnun og þar kemur fram að við lendum í öðru sæti á landsvísu hvað varðar ánægju foreldra með leikskóla og við lendum í 3. sæti á landsvísu hvað varðar ánægju foreldra með grunnskóla. Þetta eitthvað sem við ættum að halda á lofti og minna okkur á. Svo önnur tala sem sumum finnst kannski umdeilanlegt að sýna fram á þessa en mér finnst þetta mjög forvitnilegt af því að auðvitað árangur í skóla annað og meir en einkunnir. En 14,4% nemenda í 7. bekk á Íslandi sem fengu 10 í stærðfræði á síðustu samræmdu prófum komu frá Akranesi þó að fjöldi nemendana okkar sé einungis 2,9% af heildarfjölda 7. bekkinga á landinu. Þetta glæsilegur árangur. Nú síðan erum við 330 mann sem stunda námið í þessum glæsilega tónlistarskóla. Við erum með 73% grunnskólabarna sem stunda íþróttir hér á Akranesi. Við áttum Íslandsmeistara í 13 íþróttagreinum á síðasta ári og Fjölbrautaskóli Vesturlands hlaut gulleplið í ár fyrir framúrskarandi störf og árangur í heilsueflingu. Nú síðan hafa stofnanir okkar, bæði á vegum Akraneskaupstaðar og ríkisstofnanirnar hérna hafa staðið sig alveg frábærlega, landmælingar, sjúkrahúsið.
Nú, og ef það ekki stofnarnir okkar hérna í bænum, þá það okkar fólk í Reykjavík, eins og saksóknari sérstakur saksóknari og fleiri sem að fá þessi verðlaun. Þannig að mannauðurinn, fólk hér kann greinilega stjórna. Nú, íbúaþróunin, við erum tæplega 6.700 og á þessum ás, ég sé Guðfinna pikka aðeins í mig, það er ekki, ég hef ekki allan tíma í heimi, en þetta eru svona helstu, HB Grandi hefur útgerð þarna 1906 og síðan það kaupstaðarréttindi 1942 og Sementsverksmiðjan 1958 og síðan það framhaldsskólinn byggðist og koll af kolli, þetta eru svona vörður á leiðinni, en í dag erum við tæplega 6.700 manns. Nú, þetta sem sagt fjöldi fyrirtækja eftir atvinnugreinum, byggingastarfsemi og mannvirkjagerð sem sagt stæðsti flokkurinn, heild- og smásaluverslun og eins og ég segi, ég fer hratt yfir þetta, við þurfum síðan að koma frá okkur efni. Hann Vífill Karlsson, hann hérna í salnum, Vífill Karlsson frá Samtökum sveitafélaga á Vesturlandi, hann hefur semst verið að taka saman gögn fyrir okkur og við þurfum að þau eru svona að síðustu tölur voru að koma í hús í vikunni, þannig að ég sem sagt með svona fyrstu tölur varðandi ýmsa þætti, en við þurfum að koma þessu efni betur til skila til ykkar. Ég stóðst bara ekki freistinguna að koma með eitthvað í dag og eins og úr þessum könnunum hans, eins og við sjáum menntunarstigi hjá okkur, háskólar flestir, milli 25 og 30% með háskólamenntun á Akranesi. Þetta svona, við erum örlítið undir landsmeðaltali varðandi háskólamenntunina, en svona stöndum okkur vel miðað við Vesturland. Nú, þetta athyglisvert, þetta vinnusóknarsvæði Akranes, akstursfjarlægðir í vinnu, að það eru 66% íbúa sem vinna hér á Akranesi, en það eru 14% sem vinna út á Tanga, sem sagt Grundartanga, svona 15–16%. Ég reikna með að þessi 11–20 kilometrar séu þar og síðan annarins fjöldi sem vinnur í Reykjavík. Þannig að við erum með 66% af því fólki sem að starfar hér á Akranesi, aðrir fara annaðhvort á Grundartanga eða suður. Nú, fjölbreytni, fólk var spurt, íbúar voru spurðir, hver fjölbreytni atvinnulífsins í mínu sveitafélagi? Og það eru ansi margir sem segja að það sé frekar góð fjölbreytni. Það eru fáir sem segja að hún sé mjög góð. Margir þarna hvorki né og svo eru margir töluvert margir sem segja að hún sé frekar slæm fjölbreytnin. Möguleikarnir á eigin rekstri, þar stæðsti hópurinn hvorki né. En það þarna í kringu rúmlega 25% sem segja að það séu frekar góði möguleikar. Svo eru aðrir þarna sem segja að séu frekar slæmir. Ég alveg viss að þessi tala með frekar góða, hún mun hækka eftir að menn hlustuðu alla þessa frumkvöðla hérna í morgun, eins og einhver sagði, maður þarf bara að fá hugmynd og svo fer maður að vinna að henni. Nú, en atvinnuöryggið skiptir gríðarlega miklu máli fyrir áframhaldandi búsetu og mjög miklu segja sem sagt 60% manns og það eru kringum 250 manns sem tóku þátt í þessari könnun hér á Akranesi og hún glæný. Þannig að þetta skiptir fólk miklu máli fyrir búsetuna og síðan það fyrirtækjakönnunin, þetta eru þessar atvinnugreinar sem að tóku þátt í því, þar voru 39 fyrirtæki sem svöruðu og þetta við erum bara með nokkrar, ég með nokkra glæru frá þessari könnun en það miklu meira efni sem við viljum að vinna úr. Nú, hagnaður og tap, ég auðvitað ekki með tölur og veit ekkert hvaða fyrirtæki þetta eru vegna þess að það allt hjá nafnlaust og hjá SSV, en mikill hagnaður segja 6%, 67% fyrirtækja, lítill hagnaður það sem við þurfum kannski að hafa áhyggjur af og kannski hluti af því að útsvarsprósentan hjá okkur hjá Akraneskaupstað hefur ekki hún hefur ekki aukist á milli ára og undir væntingum og langt undir landsmeðaltali. Afkoma í jafnvægi, það náttúrulega fínt að það sé ekki fleiri í verri málum, en þarna sjáum við greinilega að við þurfum að auka, að það eru sóknarfæri þar.
Nú, varðandi það hvort að starfsmönnum eigi eftir að fjölga eða fækka á næstu 12 mánuðum, það enginn sem ætlar að fjölga mikið. Það í kringum 20% og mér finnst þetta bara jákvætt að það séu kringum 20% sem ætla að fjölga eitthvað. Okkur munar hvert starf, hvorki né, það þýðir að fyrirtæki stendur í stað. Fækka lítið eitt, það lægri tala heldur en þeir sem ætla að fjölga lítið eitt, þannig að þetta ágætt. Og síðan að framtíðarhorfurnar, það eru fleiri sem telja að heildartekjurnar verði hærri héldu þá þessu ári heldur en í fyrra. Þannig að þetta svona aðeins að fara upp á við. Nú, það var spurt að hversu miklu leyti ferðamenn væru viðskiptavinir og það ekki stór hluti, en það þó allavega einhver, koma aðeins að því eftir. En hvað varðar helstu sóknarfæri fyrirtækjanna, þá það bleika, það Vesturland, bláa Akranes, það ný markaðssvæði, það vöruþróun, það ímyndarherferð og auglýsingaherferð. Þetta eru helstu sóknarfæri fyrirtækjanna. Síðan var spurt mikilvægi eftirfarandi þjónustu aðfanga fyrir starfsemi fyrirtækisins og starfsfólk greinilega þarna í fyrsta sæti. Mannauðurinn skiptir fyrirtækin á Akranesi og það kom fram í máli áðan eins og til dæmis hjá Pétri hvað mannauðurinn mikilvægur fyrir starfsemina. Nú, það sem síðan rekur þetta sig niður og hafnaraðstaða skiptir þá færri máli en auðvitað skiptir hún miklu máli fyrir þá sem þurfa á því að halda. Og síðan fyrirtækin beðin að meta stöðu eftirfarandi þátta. Það greinilega mikil ánægja með starfsfólkið og síðan koma þessi þættir, farsímasamband, heitvatn, sorphirða. Það voru fleiri þættir inn í þessu, komst ekki fyrir á glærunni, en þetta það sem við lögðum minnsta áherslu á var rekstrarráðgjöf, mestu áhersluna á starfsfólkið. Nú aðeins atvinnuleysið, við erum í 3% og erum ég misti gleraugum mín, já, þetta svo smátt ég þarf aðeins að kíkja á þetta. Við erum með núna í október 141 á atvinnuleysisskrá og konur eru fleiri en karlar. Það munar þarna heilmiklu og við þurfum aðeins að auðvitað huga því. Menntunarstig, flestir eru með grunnskólapróf og síðan framhaldsskóli, svona styttra framhaldsskólanám. Nú, aðeins nokkrar atvinnugreinar og þessi glæra, ég ætla að fara hratt yfir hana, en hún sýnir að það voru 253.000 gistinætur á Vesturlandi á síðasta ári, en spáin sú að það verði 621.000 gistinætur 2023. Og þarna sjáum við að bæði tekjurnar af ferðamennsku og fjöldi starfsmanna í ferðamennsku á eftir að aukast. Og tala fyrir Vesturland og Vestfirði. Þannig að þó að við séum ekki stór í ferðamennsku, að þá hljótum við að geta fengið eitthvað til okkar af öllum þeim fjölda sem kemur til landsins. Og þetta skipting á gistináttum eftir landshlutum og við erum að sækja í okkur veðri miðað við 1998 þó að við séum ekki í sömu sprengingunni og höfuðborgarsvæði Reykjavík. En það voru rúmlega 3.000 gistinætur á Akranesi síðasta sumar og það meira heldur en það 1889 gistinætur sem voru sumarið 2012. Þannig að þetta ekki mikið en þetta fer vaxandi. Og síðan það landanir í Akraneshöfn að það aðeins að bæta í og vinnsla á Akranesi, hún hún hefur náttúrulega minnkað eins og þið sjáið. Þetta vinnsla botnfiskafla og síðan hefur hún aukist og minnkað aðeins í uppsjávarafla en þó ekki eins mikið. En ég veit að Guðfinna algjörlega með tíman á hreinu og búin að blikka mig, þannig að ég ætla að enda þetta núna, en
þið eigi von á frekari tölum, við höldum áfram að safna gögnum. Takk fyrir.